Mér efst í huga eftir liðið starfsár þakklæti. Þakklæti fyrir það hvað hér hjá Iðunni starfar samstilltur hópur snillinga sem hefur tekist á við alveg ótrúlegar áskoranir eins og aðrir í þjóðfélaginu þetta síðasta ár og gert það með sóma, snúið þessum áskorunum upp í sigra. Fyrir það ég afskaplega þakklát. COVID-19 breytti mjög mörgu í starfsemi okkar eins og margra annara fyrirtækja og stofnana í landinu. Við þurftum og gerðum það á einum degi að breyta öllu okkar námskeiðahaldi sem fyrirhugað var og færa yfir í rafræna fræðslumiðlun, fara í streymi, fara í vef upptökur og gjörbreyta í raun og veru þeim áætlunum sem við höfðum ætlað og lögðum upp með í upphafi annarinnar. Þessar áskoranir og breytingar sem við fórum í gegnum eru komnar til að vera. Það er alveg ljóst. Við erum ekki að fara aftur tilbaka í skipulag þar sem að ofuráhersla er lögð á staðbundna kennslu því að þessi veruleiki sem við höfum farið í gegnum á síðasta starfsári, hann gerir okkur grein fyrir hvers við erum megnug. Við vorum búin að vera að undirbúa okkur, við vorum búin að vera að koma upp tæknistúdíói, auka við þekkingu starfsmanna og einum degi gátum við breytt tækni í okkar fræðslumiðlum. Ég ekki að segja með því að við séum hætt að vera með staðbundna fræðslu, alls ekki. En við munum í framtíðinni streyma öllu sem við getum streymt og leggja áherslu á vefupptökur því að það er það sem að þetta tímabil hefur kennt okkur að skiptir mjög miklu máli fyrir okkar félagsmenn, ekki bara hér á höfuðborgarsvæðinu, heldur líka sérstaklega á landsbyggðinni. Fyrir okkur sem störfum sem stjórnendur hefur þetta verið mjög mikill lærdómstími og kannski stærsta sem ég hef lært á þessum tíma að vera í virku samtali við starfsfólkið mitt á hverjum einasta degi. Því að frá því 12. mars höfum við verið með hálftíma starfsmannafundi á hverjum einasta morgni nema rétt á meðan við vorum í sumarleyfi og það hefur bara skipt sköpum í upplýsingamiðlun, í miðlun milli okkar á hugmyndum og tækifærum. Þetta hefur leyst úr læðingi sköpunarkraft starfsmanna. Þannig að ef það væri ein ábending sem ég væri með til stjórnarna, það væri taliði meira við fólkið ykkar.